Akureyri heillandi bær, en samkvæmt ferðavefnum Lonely Planet Akureyri fyrsta sæti yfir vinsælustu ferðamannastaði að heimsækja í allri Evrópu. Ferðamannastraumurinn hefur síaukist á undanförnum árum, en það eru skiptar skoðanir áhrifin. Ef ég væri ferðamaður og væri á leiðninga, hvernig myndirðu selja mér bæinn? Ég myndi selja hann sem útivistarbæ. Það er hvalaskoðun, gönguferðir upp á súlur eða fuglaskoðun. Það eru 3 góðir staðir bara nánast innanbæjar, eða svona alveg við mörkin. Skíði, veturinn, Kjarnaskógur, allt í bænum. Já, þannig ég myndi, og sundið náttúrulega bara mjög vinsæl sundleg. Og fara út í Hrísey og Grímsey, það er þetta bæði að fara bara dagsferðir. Við erum meira út á svona kyrrð, náttúrufegurð, að geta verið einn einhvers staðar. Það er að verða bara svolítið vanmetið. Hvaðan heldurðu að ferðamenn sé að fá upplýsingar Akureyri? Það hefur mest verið í gegnum heimasíðu en svo mjög mikið líka bara vini og ættingja eða sem hafa ferðast til Íslands. Finnst þið fólk verið að búið að kynna sér svona bæinn áður það kemur í heimsókn? Það er mjög misjafnt. Sumir eru bara að keyra hringinn og veitur ekkert bæinn sem slíkan, þeir bara þetta er stopp á leiðinni. Svo erum við líka mikið að fá fólk norður sem að koma til Íslands í annað, 3. og 4. skipti. Þannig að þá er það búið að lesa sér mikið til og kemur jafnvel með nöfn og staði sem að maður þekkir lítið. Nú hafa væntanlega skapast fullt af störfum í kringum þennan ferðamenn inn á Akureyri. Eitthvað nýtt að gerast, það nýtt á döfinni sem þú getur nefnt? Til dæmis bara fyrir utan hjá okkur þá nýtt hvalaskoðun fyrirtæki að koma öðrum megin húsið og svo eru fleiri gistiheimili og fyrirtæki sem ég bara nýbúin að heyra sem að sér ef þessi ferði fyrir fólk með sem er hreyfihamlað eða hjólastól. Myndirðu segja þetta sé samt mjög árstíðabundið eða hvað? Já, við erum í rauninni þurfum við ekki að selja sumari lengur. Við þurfum ekki að setja neitt fókus á það. Það í rauninni sérstaklega Akureyri nánast uppselt, gistingu og þannig. Og þannig að fókusin hefur alltaf verið síðustu ára veturinn. Við fáum ekki alveg þessa sprengju sem við erum að tala sérstaklega á suðvesturhorninu. Þannig að margir gististar finna ekki fyrir þessari sprengju sem alltaf verið að tala í fréttum. En það eitthvað sem kemur ferðamönnum á óvart á Akureyri? Ég held að það sé bara fegurðin. Hvernig bærinn staðsettur í landslæginu, fallegt útsinni, skemmtilegt fólk, auðvelt að hitta landan. Þannig að það er ekki komin einhver ég ætla ekki að segja pirringur, það er ekki komin eitt eins og í sumum borgum, þegar þú ert bara með hinum túristunum og er ennþá þetta lokal. Allir mjög ánægðir með þetta er náttúrulega bara að setja líf á bæinn og ykkur verslun, veitingastöðum, en það er allir bara mjög þakklátir fyrir ferðamannastrauminni og alltaf til í meira. Why are you in Akureyri? Because we are chasing for the aurora, the northern light. It's our first time in Iceland, so we're doing self-drive, and this is one of our stops. Yeah, we just happened to pop by here. Yeah. Have you ever been in Iceland before? No, it's our first time. Why would you choose to visit Akureyri? Yep, we're tired from ski touring at the moment. We need a break, and I like to see, to go in the pool and see some culture parts or handicrafts, this was so close. This was the decision. We are driving along the route there, and we saw this place. It looked really populated, different from the other parts of Iceland. So we decided to come by here. So why did you come here? So we are here to drive around Iceland. How do you like Akureyri so far? So far so good. It's different from the other parts of Iceland. There are traffic lights here, so. We get the south of Iceland, Selfoss, Vík, Höfn, Egilsstaðir, and now Akureyri. En hefur verið mikil aukning af ferðamönnum undanfarin ár? Aukningin hefur verið svona sígandi síðan ég byrjaði 2012. Við svo sem búum ennþá við að það er ansi lítið að vera síðustu mánuði ársins. En vissulega höfum við fundið það núna á þessu ári að það hefur verið stigvaxandi aukning ferðamanna núna bara síðustu mánuði. Heldurðu að hafi eitthvað með veðrið að gera, að fólk erfitt með að komast hingað? Ég held að sé
margir samspilandi þættir og ég held að sé sko stærsta málið eru samgöngur. Ég held að kannski veðrið spili minnstan þátt þar. Það fyrst og fremst að fólk að koma hérna í stutt frí og meðan ekki flogið beint hingað og frekar lélegar vetrarsamgöngur norður á land, þá mun þetta ekkert breytast að neinu viti. Við þurfum að fá flug. Já, þannig þú myndir benda á það væri besti möguleikin að fá fleiri flug? Já, ekki bara fleiri heldur, það þarf bara beint millilandaflug á Akureyri sem í áætlunarflugi sem ekki í dag og það held ég að því svona stærsta breytingin fyrir okkur á landsbyggðinu og líka svo lang ódýrasta fyrir þjóðfélagið vegna þess að hér til staðar allur infrastruktúr. Við þurfum ekki að byggja fleiri gistirými yfir veturinn, það nóg pláss. Þannig að ég held að þetta sé þjóðhagslega hagkvæmt. Hvaðan eru ferðamenn svona aðalega að koma frá? Þeir eru nú að koma úr öllum áttum eiginlega. Það svo sem Frakkar og Þjóðverjar mjög áberandi yfir sumartíman. Yfir veturinn það svo sem eins töluvert af Asíubúum líka sem að koma hérna og Bretar. Ég held að sé svona yfir höfuð tekið vel á móti ferðamönnum hérna. Bara yfir höfuð á Íslandi og fólk fer í held ég flestum tilvikum ánægt frá landinu.